Kívífuglinn er furðudýr vikunnar. Kíví er strútfugl sem er eingöngu að finna á Nýja-Sjálandi. Það eru til nokkrar undirtegundir af kíví. En þessi fugl getur ekki flogið. Það þróuðust margar tegundir ófleygra fugla á Nýja-Sjálandi. Til dæmis móafuglar sem voru uppi undir 3,60 á hæð, miklu stærri en strútarnir sem við eigum í dag í Afríku. En ástæðan fyrir því að svona margir ófleygir fuglar þróuðust á Nýja-Sjálandi er að þar voru engin rándýr, engin landrándýr, eingöngu ránfuglar. Þannig að þau áttu sér fáa óvini, í raun bara einn risastóran örn. En menn komu ekki til Nýja-Sjálands fyrir en í kringum 1280. Frumbyggjar Nýja-Sjálands koma þangað 1280. Evrópubúar koma þangað löngu seinna. En frumbyggjarnir þeir veiddu bara upp móafuglinn, þannig að hann dó út einhverjum 100-200 árum eftir að þeir komu. En kívífuglinn, hann lifði þetta af og er til ennþá þó hann sé nú í útrýmingarhættu. En þetta er fugl sem er á stærð við hænu, er með langan gogg sem hann notar til þess að krafsa í skógarbotnin og í sand til þess að leita að smádýrum. Nasirnar eru fremst á þessum goggi og notar nasirnar til þess að finna lykt. Fjaðrirnar líta út næstum eins og hár vegna þess að fanirnar krækjast ekki saman, þannig að þetta er ekki eins og hefðbundnar fjaðrir. Þetta sé úr sama efni og fjaðrir og eru fjaðrir, það er bara lítið öðruvísi út. Hann grefur sér greni, sem sagt verpir einu eggi í holu og þetta egg er stærsta egg sem að fugl á jörðinni sem til í dag verpir miðað við stærð fuglsins. En það getur verið upp undir þriðjungur af þyngd kvenfuglsins. Ástæðan fyrir því að eggið er svona stórt er að unginn sem skriður út úr því er mjög þroskaður, þannig að hann þarf mikla næring og hún er lengi að unga þess út. Þannig að unginn er nokkuð sjálfbjarga þegar hann skriður út úr egginu.